Sæl og blessuð, við erum velkomin á samkomið hérna hjá United. Hvernig eru það? Eru þið glöð? Já, yes. Eru þið til í að lofa Guð með okkur? Eru þið tilbúin í að hrista aðeins upp í sálartetrun ykkar, tengjast þessum æðsta og fljúga upp? Já, við ætlum að lofa Guð saman, við erum hérna 3 komin saman, þvílíkt powerhouse. Það er powerhouse fyrir aftan okkur og svo er powerhouse fyrir ofan okkur. Og þangað ætlum við öll saman. Og fyrsta lagið heitir Who Else. Og það er hver annar ætti það að vera en í heila lífið. Við lofum alltaf. I was born to lift the name of God. You hear the melody of all creation. But there's a song of praise that only I can bring. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. You are the God of the ages. Yeah, you chose to make my heart your dwelling. You healed my brokenness, showed me your glory. So I have songs of things not even angels. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? And there is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? There is no one else worthy. Oh, only you, Jesus. Ave Jesus. Ave Lamb of God, anointed one, who was and is to come, seated on the throne.
else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Holy and anointed one, who was and is to come, King of kings and Lord of lords. There is no one else worthy. There is no one else worthy. Who else is worthy, Lord? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Is worthy. Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Who else is worthy? Who else is worthy? There is no one, only you, Jesus. Halleluja. Amen. Ef við gjörðum svo fætur og biðja. Vá, þvílík nærveru Guðs. Yndisleg lofgjörð. Gott að koma saman á mánudagskvöldum, lyftum nafni Drottins og leyfa honum að snerta þig hjarta okkur. Ég finn það er fólk hér í kvöld sem að þarf svo á því að halda að Guð grípi inn í líf þeirra. Hjálpið þeim, leiðu áfram inn á sigurbrautina. Og ég get lofað ykkur því, hann vil gera það fyrir þig í kvöld. Við skulum bara setja fram hendurnar og biðja Drottins. Hann heyrir bænir okkar, hann svarar bænum okkar. Drottinn, bara takk fyrir náðinn og miskunn. Takk fyrir að þú ert hér í kvöld, Drottinn. Takk fyrir einn og sérhvert sem er hér inni, Drottinn. Og Faðir, þú þráir svo og kom inn í hjörtu fólks, Drottinn, fá að umbreyta, Drottinn, endurbyggja, Drottinn, setja saman það sem brotið er, endurnýja, Drottinn. Og ég bið þig bara, Faðir, og með snerta þessum einstaklingum í kvöld. Og það orð sem þú gefur Kolla að tala hér í dag, Drottinn, megi svona opna hjörtu fólks, Drottinn. Það megi taka mót því sem þú ert með fyrir okkur, Drottinn. Við blessum einn og stjarkum. Við leggjum öll bænarefni í þínar hendur sem við höfum fengið, konur sem að berjast við krabbamein og fólk sem að berjast við alls konar sjúkdóma, fólk sem hér inn í kvöld, Drottinn, sem þú ætlar að snerta við og að lækna hér í kvöld, Drottinn, í Jesú nafni. Við biðjum fólki sem að fengi bakfall, Drottinn, í edrumennskunni sinni, Drottinn. Takk fyrir að þú vakir þeim. Biðjum, Drottinn, að gefa okkur hugrekki, þor, styrk og vilja, Drottinn, til þess að beygja okkur niður eftir þeim sem að hafa fallið til hliðar, Drottinn, og hjálpa þeim að fætur að nýju, Drottinn. Og gerir kraftverk í lífið eins og gerðir í lífi okkar, Drottinn. Við elskum þig og við þráum það eitt að fá að lyfta þínu nafni. Við elskum að segja nafni Jesús, af því þú ert lausnin. Þú ert allt sem við þurfum á að halda í þessu lífi, Drottinn. Og það köllum blessunni við þessa samkomu í kvöld í Jesú heilaga nafni. Amen. Það er bara að minna ykkur á að við erum með tökum samskot, posi sem er aftast og svo ganga föturnar. Tökum þátt í þessu saman, við erum þakklátt fyrir alla gjafir og það er gott að geta styrkt starfið. Þannig að við getum hjálpað öðrum líka.
Og svo vil líka minna ykkur á að á morgun, ekki morgunmæki? Á morgun klukkan 8 á Grensásvegi 16 að þá bíósýning og frítt og það hvað heitir hún? I Can Only Imagine. If I Could Only Imagine, já. Það númer 2, mynd númer 2 sem var að koma út. Hinn var alveg frábær og við þekkjum lögin úr henni, oft sungið hérna hjá okkur. En höldum áfram að lofa okkur og gerum eitt hlut, við skulum lofa okkur sjálfum einu hlut. Það að vera að vænta því sem Guð ætlar að gera í líf okkar. Væntu þess, þetta líka fyrir þig, orðið fyrir þig, blessannar, gjafirnar, þetta allt líka fyrir þig. Líka þú sem ert þetta frammi og heldur að þú sé dómulur, getur ekki neitt, skilur ekki neitt, veist ekki neitt. Þetta bara lygi sem kemur frá djöflunum. Guð elskar þig og fylla lífið af gleði. Amen. Be familiar, treated like it doesn't matter. I don't want to lose the wonder of your presence. I don't want to come entitled, just want to run in like a child, caught up in the joy and wonder of your presence. And coming back to first, I'm coming back to Jesus, I'm coming back to you. No more going through the motion, you're my one devotion, I'm coming back to you. I can feel a world different. Suddenly the road is shifting. I'm finding it again, the wonder of your presence. I never want to leave communion. Just want to be where you're moving, caught up in the joy and wonder of your presence. Coming back to first love, coming back to Jesus, I'm coming back to you. No more going through the motion, you're my one devotion, I'm coming back to you, I'm coming back, and I am coming back. Back to you. No more going through the motion, you're my one devotion, I'm coming back to you. Nothing matters more to me. You're all
I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. You're all I need. Nothing matters more to me. Nothing, nothing, nothing matters more to me. Coming back to first love. I'm coming back to Jesus. I'm coming back to you. No more going through the motions. You're my one devotion. I'm coming back to you. I'm coming back. I am coming back to first love. I'm coming back to Jesus. I'm coming back to you. No more going through the motion. You're my one devotion. I'm coming back to you. There's just something about the name. There's just something about the name. There's just something about the name. The name of Jesus. There's just something about the name. There's just something about the name. There's just something about the name. The name of Jesus, we call you Jesus. We call on you, Jesus. Just want you and nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you and nothing else. Nothing else. Nothing else will do. I just want you and nothing else. And nothing else. Nothing else will do. Nothing else. And nothing else. Nothing else will do. And I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough to take me back to where we started. I open up my heart to you. And I'm sorry and I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. It
Take me back to where we started. I open up my heart to you. Caught up in your presence, and I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never wanna leave. Oh, I'm not here for blessing. Jesus, you don't owe me anything, and more than anything that you can do, I just want you. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, and nothing else, nothing else will do. I just want you, and nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you, nothing else, nothing else, nothing else will do. Nothing Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. Jesus be the name that gets all the glory. There's healing in your name. There's healing in your name.
There's healing in your name. Who gets all the glory? Salvation in your name. Salvation in your name. Salvation in your name. Who gets all the glory? Safe now, yes, oh, yes. Frelsi frá ótta, frelsi frá kvíða, frelsi frá bíl. Ó, það frelsi fyrir þig, það frelsi fyrir þig, frelsi fyrir þig, í nafninu Jesús, það frelsi fyrir þig. Það frelsi fyrir þig, það frelsi fyrir þig, í nafninu Jesús, í nafni Jesús, fyrir þig. Það frelsi fyrir þig, það frelsi fyrir þig, í nafninu Jesús. Getið bara aðeins að staða fætur og bara lyfta upp höndum og við erum að finna að við erum virkilega, algjörlega, við getum ekkert án. Það ekkert eins og lífi sem við gefa eins mikið og hann getur gefið tilbaka. Þó við gefum ekki neitt á okkur, þá gefur hann alltaf. Hann kemur alltaf 1000 skrif á móti fyrir þetta litla skrif sem þú tekur. Taktu eitt skrif á móti honum í dag og leiðu hann mætar á þeim stað sem þú ert. Það skiptir ekki máli hvað ert að koma, hvað þú ert gert, hvað ert að gera akkurat núna, en á þessu mómenti gefur honum tækifæri og leiðu hann að finna að hjarta þitt hann. Heilagi Faðir, ég var að mæta einum og sérgur með minni Drottinn. Að einn og sérgur Drottinn sem þráir þig augliti til augliti svo að þið megi fá að það hér og nú Drottinn. Ekki á morgun, ekki eftir klukkutíma, ekki nótt, þetta núna Drottinn. Þú ert hér, Faðir. Ég finna að þú ert hér, Faðir. Og ég veit að þú ert hér, Faðir, en ég byrjum að mæta einum og sérgur Drottinn. Eins og þú gert við mig 1000 sinnum Drottinn, að byrjum að mæta einum og sérgur hér í kvöld, Drottinn. Drottinn, mætt okkur hér í kvöld, Faðir. Sýndu þið viljan, Drottinn, eins og þú einn getur, Drottinn. Drottinn, mætti einum og sérkunnum, Drottinn, mættin í kringum staði sem ómögulega, Drottinn, og gerðu þið viljan, Drottinn. Ég byrjum að mæta mig yfir náttúrulega blessun, Drottinn. Inn í öll mál, Drottinn, í alla kringum staði, Faðir.
Drottinn, þú einn drottinn nóg miskunnsamur og náðríkur til að mæta okkur á þeim stað sem við erum, drottinn. Heilagi Faðir, gerðu þið diljan hér í kvöld, Faðir. Við erum ekkert án þín, Faðir. Við erum ekkert án þín, Faðir. Þú ert miskunnsamur og náðríkur og við elskum þig, Jesús. Heilagur Jesús, við elskum þig, Faðir. Opnaðu bara hjartaði fyrir honum í kvöld og leiði hann að snerta við nákvæmlega sem þú ert. Talaði til hans, leiði honum að heyri í þig bara núna. Ekki bíða hann til þú fer heim, talaði til hans. Heilagi Faðir. Drottinn, gerðu diljan hér í kvöld, Faðir. Mætti þín og gerðu. Ekki einn af hlutina sem að gera í þeim. Þú vilt gera verk, drottinn. Þú vilt mæta, drottinn. Gerðu það sem þú vilt, Faðir. Gerðu það sem þú vilt, heilagi Faðir. Gerðu nákvæmlega sem þú vilt, drottinn. Heilagur Jesús. Gerðu það sem þú vilt. Takk, Jesús. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? Sing it. I could sing these songs as I often do, but every song's named you. So I throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Oh! Except for the heart singing hallelujah, hallelujah, hallelujah. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw in my hand, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for the heart singing hallelujah, hallelujah. Send the hand to the hallelujah. Praise the Lord.
shall we lift up your song? 'Cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. My soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song. 'Cause you got a light inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the So I'll throw up my hands, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not nothing else before. Therefore I'm singing hallelujah, Oh, hey, Jesus. Takk fyrir lífið, Jesus. Takk fyrir að ég fá að vera þakklátur. Takk fyrir að þú hellir þessum þakklætiskönnu yfir mig þegar ég fer bara í gegnum daginn minn og áður en ég veit að þá allt í mig fyllist ég af þessu þakklæti. Ég þakklæti bara fyrir að geta séð út úr gluggann sem ég er að horfa á, þakklæti fyrir fólki í kringum mig, þakklæti fyrir aðstæðuna sem ég er búin að lifa í gegnum og komast upp úr þegar ég kynntist þér, Jesús. Ég kynntist þér og þú tókst utan um mig og faðmaði mig og þú sýndi mér að það er í lagi að gera mistök. Það er í lagi að hafa lifað með baki í. Ég er svo þakklæti fyrir að hafa kynnt þig, Jesús. Ég er svo þakklæti fyrir að ég hef fengið að labba hérna inn í þennan sal, ég hef fengið að finna þennan frið og fyrsta sem ég hugsaði, ég vil fá þennan frið inn í mig. Og hérna er fólk inni í þessum yndislega sal sem er búin að ganga með mér í þessa göngu og svo fallegt, þetta er svo fallegt að vera saman hérna í Guði. Við erum þakklátt bara fyrir hvort annað. Við erum þakklátt bara fyrir að við komum hérna saman á mánudegi og komum saman til að fagna líf. Hvað annað eigum við að vera að gera á mánudegi en að fagna lífum saman? So I'll throw up my head, praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. I know it's not much, nothing else before. Therefore the heart sings hallelujah.
Dísi Guði. Halleluja. Stöndum á fætur og byggjum saman. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir þennan tíma fáum að koma hér fram fyrir þig, Drottinn. Nú bið ég, Drottinn, og opnur hug okkar, Drottinn, og gefur okkur skilning á orðinu, Drottinn. Opnur hjört okkar til að taka á móti, Drottinn, eldinu sem í orðinu, Drottinn. Taka á móti persónunu sem í orðinu. Taka á móti orðinu sem svo hamar. Og ég þakka þér, Drottinn minn og Guð, að úrrapa sjarmanda hæja. Þú, Drottinn, þú mætir okkur það sem við erum. Drottinn minn og Guð, það sem brotið getur sett saman, Drottinn, því að þú höfundur og skapari. Og ég þakka þér, Drottinn minn Jesús, halleluja, að þú mætir einum og sérhverju hér í kvöld, Drottinn. Og ég bið smurningu yfir okkur hér, Drottinn, halleluja. Smurningu, Drottinn, þannig að orðið megi flæða og gefa líf. Og ég þakka þér, Drottinn, halleluja, fyrir United Reykjavík, að þú blessar þetta starf. Drottinn, og þú gefur meðbyr, þú gefur hugljómun, þú gefur hugmóð, þú gefur kraft til að halda áfram, í Jesú nafni. Þegar með fá okkur sæti, það reyna að standa kjur, það svolítið erfitt, en hérna, þegar ég var í sveitinni í gamla daga, þá gerði ég svona ýmis prakaratrygg og ég man eftir einu snildar hugmynd sem ég fekk að mér líður svolítið svoleiðis núna, eins og vera með múl, að ég með þetta hérna yfir eyrun, og þá ég var að ná alltaf í beljurnar og ég hugsaði, ég var að ná í einhverja kvígur og ég nenni ekki þegar ég er búin að labba alltaf þess að leiða ná í þar, ég ætla bara að setja múl á eina og fara á bak. Og þetta var snildar hugmynd þangað til ég fór á bak. Og hvað ef ekki hafið þið séð svona roadshow? Þetta var nákvæmlega eins, það alveg bara, þú veist, og ég bara reyndi að halda með eins lengi og ég gat, en svo bara kastaði kvíga mér að baki. Og ég þurfti að labba á eftir þeim. En það nú önnur saga. En það sem ég ætla að tala við ykkur í dag ótta. Og þegar við heyrum orðið ótti, þá hugsum við oft hræðslu, kvíða, skelfingu og dauða og sjúkdóma og svo framvegis. En sannleikurinn að heimurinn óttasleginn. Við vitum það sem við höfum í dag að það getur verið farið á morgun. Við höfum bara þennan tíma núna. En óttist ekki, eins og kemur í reikningunni fyrir hvern einasta dag, óttist ekki, ég ætla ekki að tala neikvæðan ótta heldur ótta Drottins. Og þegar Biblían talar ótta Drottins hún að tala eitthvað miklu dýpra og fallegra. Hún nefnilega að tala lotningu, virðingu og djúpa meðvitund hver Guð er. Og þegar við tölum ótta Drottins, erum við ekki að tala sama ótta sem að margir hafa upplifað gagnvart fólki. Guð er nefnilega ekki óútreiknanlegur og grimmur. Hann er heilagur, en hann er einnig góður. Og Guð, hann kallar okkur ekki til sín til að niðurlægja okkur, heldur til að frelsa okkur og gefa okkur líf. Og hér í orðskviðunum, í 9. kafla 10. vers segir að óttast Drottinn upp á spekina. Og að þekkja hinn heilaga hyggindi. Og þannig verður að tala ótta Drottins sem upp á spekinar og ótti í frummálinu þýðir í raun og veru lotning og djúpbyrðing. Og þessi heilaga lotning leiðir til auðmýktar, hlýðni og tilbeiðslu. Það sem heilög lotning þá sér maður Guð. Það verður til sem maður sér Guð. Amen. Og takið eftir að Biblían hún ekki að tala að fá viskuna, að þá ekki einhver reynsla eða menntun eða mannleg greind. Nei, hún segir að upphafið ótti Drottins. Halleluja. Það þýðir að sönn viska byrjar þegar maður sér sjálfan sig í ljósi Guðs eða með augum Guðs. Og þegar maður sér Guð hver hann þegar maður fær opinberun á því hver Guð hann skapari heimins og jarðar, hann heilagur, hann almáttugur Guð, en hann jafnframt kærleiksríkur faðir sem elskar okkur.
Í samfélaginu okkar þá er talað oft að byggja upp sjálfstraust og sjálfstæði og fylgja eigin sannleika og eigin hjarta. En sönn leiðsögn fyrir hjarta okkar kemur fyrir anda Guðs og fyrir orð Guðs. Og þannig að hitt er bara lygi, sko. En Biblían kennir okkur að sönn leiðsögn kemur þegar við viðurkennum að við erum ekki miðpunktur alheimsins. Guð er það. Og í sjálfum sér erum við ógulega heimsk. Fyrir 500 árum þá heldum við að jörðin var í flöt. Og með þess að kirkjan líka. En þá var Guð búinn að setja 2500 árum áður í Biblíuna hérna, í Jesaja, að jörðin var nöftur. Bara lestu höfundinn og sköpunina. Þannig að, hvernig verðum við eftir 100 ár? Það sem þessar kenningar og skoðanir og normið í dag, hvernig verður það? Það verður bara heimska. En Guð breytist aldrei. Hann er alvitur. Og hér í Sálmi 111, 10. versi, ótti drottins er upp af visku. Allir þeir sem breyta eftir því eru skynsamir. Og þetta viljum við vera skynsöm. Það vill enginn segja, ég vil bara vera heimskur. Nei, það er allir sem vil vera skynsamir. Þannig að bera lotningu fyrir drottni er fyrsta skrefi til sannra visku. Og þeir sem hlýða honum, þeir öðla skilning, þeir fá viskuna. Það er bara ávöxtur hlýðninnar. Og þannig að hér sjáum við, þegar við erum að tala þetta, hér ótti drottins er ekki bara eitthvað tilfinning, heldur þetta er lífsstefna. Og hann birtist í hvernig við lifum, hvernig við tölum, hvernig við komum fram með annað fólk, og hvernig við tökum ákvarðanir. Þannig að margir óttast menn meir en Guð. Menn óttast hvað verður sagt mig. Hvað er við með mistekst. Og við óttumst framtíðina, við óttumst sjúkdóma og svo framvegis. En þegar ótti drottins grípur hjarta okkar, þá minnka aðrir óttar. Þannig að það er eins með kærleika Guðs, hann rekur burt mannlegan ótta. Eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 4. kafla og 18. vers, ótti er ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttan. Þessi guðlegi kærleikur sem að Guð getur gefið okkur, hann rekur þetta burtu. Halleluja. Og svo segir í Orðskönnum 29-25, mannsóttinn verður mönnum að snöru. En sá sem treysti drottni er óultur. Þannig að mannsóttinn, hann getur bundið okkur og gert okkur meðvirk og ruglu bara. Skiljiði. Þannig að treysta frekar á drottinn til að lifa í sannleika og hlýðni og hugrekki. Og þegar við vitum að Guð er með okkur, þá þurfum við ekki að láta óttan stjórna okkur. Ótta við menn, stjórna ákvörðum okkar. Og hvað gerist ef ég segi sannleikan? Hvað gerist ef ég stend með Guði í þessu málefni? Þá mun ég missa viðurkenningu og stöðu mína. Eða mun ykkur reiðast mér ef ég þýði Guði. Þetta er stundum þurfum við að taka djarfa ákvörðun. Og vessið er ekki að segja okkur að við eigum ekki að bera virðingu fyrir fólki. Jú, en vandinn byrjar þegar við eigum þennan ótta við fólk sem er meiri heldur en lotning fyrir Guði. Og það er mikið gaman að sjá það hvað Guð tengir oft í reikningunni ótta drottins og blessunina. Eins og í Orðskönnum 14:27. Ótti drottins er uppspretta lífsins og forða frá snörum dauðans. Og hugsa þetta. Þetta er ekki byrði, þetta er ekki fjötur eða þungt ok. Þetta er uppspretta lífsins. Það kemur líf með því að óttast drottinn. Þannig að heilug lotning fyrir Guði er svona stöðug lind sem gefur okkur visku, gefur okkur líf og gefur okkur gleði. Hún opnar augu okkar fyrir gildur syndarinnar og fullt er af þeim. Hvað höfum við ekki oft fallið í þessa gildurum maður? Hann er snillingur, djöfullinn er snillingur að leggja gildur og plata okkur. Og svo enda þessi vegi sem hann leiðir okkur inn í vegleysu og fjötrum og eyðileggingu.
Og snaran ekki alltaf eitthvað sem við sjáum þegar við stígum í hana. Hún getur stundum litið út eins og laust, en verður síðan fjötur. Og hver kannast ekki við það? Ég kannast við það. Þannig að það getur verið með neyslu, það getur verið röngu samfélagi, það getur verið skömm, það getur verið lygar, sjálfseyðandi hugsanir og svo framvegis. Og sum okkar þekkja það að neyslan hefur lofað okkur gleði og svona frelsi og hvíld frá dagsins önn og samþykki og flótta frá sársauka. Og það sem virðist gefa okkur fyrst frelsi, það verður svo snar. Og bara algjör byrði. Og ég man því ég var á þessum stað að ég bara hver einasti dag sem ég vaknaði, það var svar. Það var algjör í fjötra. En ótti Drottins kennir okkur að sjá gildruna og leita okkur hjálpar og velja lífið. Halleluja. Ótti Drottins þýðir ekki að við verðum samstundis fullkomin eða við munum aldrei hrasa, heldur við munum vaksa í samfélaginu við Drottin. Það máli. Við stöndum upp og við vöxum. Þegar maður lifir í lotningu fyrir Guði, þá lífið svona stöðugra. Það verður meiri balans. Og maður lærir að treysta honum, jafnvel þegar aðstæður eru óvissar. Maður lærir að hlýða honum, jafnvel þegar það kostar fórn. Og við sjáum þetta í lífi margra trúarhetjana í Biblíunni og við tökum hérna stutt dæmi með Nóa. Nói óttaðist Guð og hann hlýddi Guði þegar Guð sagði honum alveg fáránlegt verkefni fara að byggja örk á þurru landi. Og þetta var bara algjör heimska í augum samtímans. Fólki sem var í kringum hann hætti hann og svo framvegis. En samt hélt hann áfram. Og þú veist, þetta tók ekkert smá tíma, 120 ár. Þá voru menn gamlir, fyrir daga Nóa. Hátt í 1000 ára gamlir. Og Nói var ekki að byggja örkina vegna þess sem hann sá, heldur það sem Guð hafði sagt við hann. Og hann bara treysti Guði, hann átti þennan Guðsótta sem leiddi hann til trúar og hlýðni og þolgæðis. Síðan var Abraham, hann treysti Guði þegar Guð kallaði hann og segir hérna að hann skyldi fara burt úr því landi sem hann var í til landsins sem ég vísa þér á. Hann sagði honum ekki nákvæmlega hvert hann ætti að fara, það var ekki kort eða neitt, ekki Google Map eða neitt. Hann vissi ekkert hvert hann var að fara. Það bara Guð talaði, taktu upp og ég mun sýna leiðin eftir sem þú heldur áfram. Og hann yfirgaf öryggið og hluta fjölskyldurinn sinni og allt þetta þegar maður þekkti og gekk bara inn í óvissuna því Guð talaði. Hver hefur ekki upplifað það að þurfa að taka eitt skref og ekki sjá heildarmyndina þegar Guð að kalla? Ég held að við séum öll hérna inni sem höfum upplifað það. Og kannski hefur það ekki alveg áttaði á því. En ég man eftir því að það mörgu sinnum sem ég hef stigið eins og bara, ég að fara að stíga fram að bjarginu, verður skref trappaðan undir og Guð hefur aldrei brugðist. Halleluja. Hann treysti Guði ekki vegna þess að þekkti leiðina og hafði farið hann áður, heldur hann þekkti Guð sem kallaði hann. Og það kennir okkur að við þurfum ekki að sjá alla áætlun Guðs áður við hlýðum og stundum sýnir hann okkur aðeins bara næsta skref. Þannig að ótti Drottins í okkur raun og veru þetta, ég veit ekki nákvæmlega hvert leiðin liggur en ég treysti þeim sem leiðir mig. Og það alveg eins og Abraham fór á stað ekki vegna þess að leiðin var skýr, heldur vegna þess að rödd Guðs var honum nægilega skýr. Amen. Og síðan það uppáhaldið mitt hann Jósef, hann óttaðist Guð meiri en mennina og hann lendir í þessum kringumstæðum, hann þræll í húsi Pótifars sem var yfir lífvörðum Farós, háttsettur innan hirðar Farós og kona Pótifars kynntist Jósef og reyndi að fá hann dag eftir dag til að leggjast með sér og sofa hjá sér og hann neitaði alveg endalaust. Og einn dag þá voru þau ein í húsinu og hún
Komdu og leggstu með mér, sagði hann. Og hann tók þá á rás og flúði út úr húsinu, skildi eftir yfirhöfn sína. Og það var til þess að hann var ranglega sakaður og settur í fangelsi. En þegar að hún vildi fá hann til að leggjast hjá, þá segir Jósef þetta: hvernig gæti ég þá dríkt þessa miklu illsku og synga gegn Guði? Og takk eftir þessu, hann sagði ekki, það getur verið að Pótifar komist að þessu. Ég geti misst starfið, fólk mun dæma mig. Nei, hann sagði, hvernig get ég synga gegn Guði? Það var enginn í húsinu nema þau tvö. Hann samt ákvað, Guð sér mig og ég ætla ekki að synga gegn honum. Og ég oft hugsaði þegar að Jósef var bara einn með sína trú í ókunnu landi, hræll, og enda með því að vera varpað í fangelsi fyrir rangar sakir og þar í nokkur ár, þangað til að hann upphafinn að fara og aftur sem næst æðstu maður ríkisins. Og við sjáum að þetta kennir okkur það að þegar við veljum heilaðleika eða það sem rétt fram yfir stundagleði, veljum trúfesti fram yfir freistinguna, og hann vildi ekki særa Guð, jafnvel þó syndin gæti farið lengt, þá hugsaði hann Guð fyrst og fremst. Þannig að Guð yfirgaf Jósef ekki hvar sem hann var, hvort hann var í húsi Pótifars eða þegar hann var komin inn í fangelsi og síðan var hann reistur upp. Halleluja. Þannig að Guð tók hann og heiðraði þann sem heiðraði drottinn. Þannig að sameiginlegi þátturinn með þessum þremur, það ótti drottinn sem leiddi þá til trúmennsku. Og ótti drottins byrjar í raun og veru þegar við sjáum hver hann er. Við tölum oft Guð sem kærleiksríkan föður, vin og hjálpara, og það líka rétt að gera það. En við megum ekki gleyma að hátigna hans, heilaðleika og hvað hann almáttugur. Þegar Jesaja í 7. kaflanum Jesajas spámaður sér í 7. kaflanum í Jesaja, Guð drottinn setja á háum og upphafnu hásæti, og serafarnir eða englarnir standa frammi fyrir hásætun og þeirra hrópa heilagur, heilagur, heilagur. Þeir drottinn allsherjar, öll jörðin full af dýrð hans. Og þegar Jesaja sér heilaðleika Guðs, þá var það meðvitaður eigin veikleika. Og hann segir, vei mér ég glataði maður, því ég maður með óhreina varir. Þegar Jesaja sér hver Guð er, þá sér hann hvað hann er ómögulegur í raun og veru, og hann þurfti á náð og hreinsun að halda. Og þarna byrjar ótti drottins. Ekki í skelfingu eða löngun til að flýja frá Guði, heldur í opinberun og heilaðleika og þörf okkar fyrir hann og koma nær honum. Og Guð skildi Jesaja ekki eftir í þessari skömm. Einn serafanna fór með glóandi kol á altarinu og snerti varir hans til að hreinsa hann og hreinsa burt synd hans. Og þá talaði drottinn og sagði, hvert skal ég senda, hver vill fara fyrir oss? Og þá var hann tilbúinn. Jesaja svaraði á móti, hér er ég, sendu mig. Og það er akkurat þetta sem gerist. Ótti drottins fjarlægir okkur ekki frá Guði. Hann dregur okkur nær. Og hann leiddi hann frá skömm til hreinsunar, frá því að vera óvirkur í það að fara inn í þjónustu. Amen. Þannig að ótti drottins dregur okkur alltaf nær Guði. Halleluja. Við sjáum í gegnum Nýja testamentið að það tala mjög skýrt ótta drottins. Og hann hverfur ekki við komu Jesú, heldur fær hann ennþá skýrari merkingu. Og við sjáum það í krossinum, við sjáum það í blóði Jesú Krist. Og í Hebreabréfinu þá eru við hvött til að tilbiðja Guð með lotningu og guðsótta. Guð vill ekki að við lifum í einhverju skelfingu. Nei, hann vill að við lifum í heilagri lotningu gagnvart honum. Ótti drottins er ekki frelsleg hræðsla sem fær okkur til að flýja frá Guði, heldur djúp virðing sem fær okkur til að ganga nær honum og vilja þóknast honum. Eins og þegar barn elskar föður sinn, vill það ekki særa föður sinn. Það þýðir ekki aðeins vegna ótta við refsingu,
heldur vegna þess að sambandi skiptir máli. Barnið vill varðveita trustið, kærleikann og nándina og þannig það sama í samfélaginu okkar við Guð. Vísi Guði. Þannig að krossinn sýndi okkur heilaleika og kærleika Guðs. Kross Krists sýndi okkur bæði heilaleika Guðs og kærleika hans. Og syndin hún var svo alvarleg að það var ekki hægt að horfa fram hjá henni. Það þurfti fórn. Það þurfti dóm. Og laun syndarinnar dauði. En kærleikur Guðs þessi að hann sendi soninn til þess að deyja fyrir okkur og taka þetta fyrir okkur og borga skuldina. Það kærleikur. Og Guð svo heilagur að laun syndarinnar dauði en Guð svo kærleikur að hann bar sjálfur kostnaðinn. Og þess vegna leiðir sannur ótti okkur alltaf nær Guði. Halleluja, hann leiðir okkur ekki burtu frá náðinni, heldur hjálpar okkur að skilja hver dýrmæt náðin Dísi Guði, þegar við sjáum hvað þetta kostaði, krossin kostaði, þá getum við ekki annað en sem sagt, bara sýnt honum lotningu. Halleluja og elsku. Halleluja. Og við þurfum ekki að lifa í fordæmingu þegar Kristur hefur borið dóminn fyrir okkur. Hann hefur gert þetta allt fyrir okkur. En hvernig fáum við ótta drottins? Hvernig verkar ótta? Getur þetta Guð verkað ótta drottins í okkur? Þannig að ótti drottins fyrst og fremst fyrir verk heilags anda. Hann opnar augu okkar fyrir því hver Guð Hann heilagur, hann máttugur, hann réttlátur, hann fullur af kærleika, hann fullur af miskunn. Og þegar Jesaja talar í 11. kaflanum, í Jesaja, þessa 7. drottins, þá talar hann síðast ótta drottins og segir að Messías hafi yndi af ótta drottins. Það gleði og unun. Halleluja. Og hann segir líka í Jeremíu kafla 32, versi 40, ég legg ótta minn í hjörtu þeirra svo þið víkið ekki frá mér. Þannig að Guð verkar ótta sinn í okkur á margvíslegan hátt. Í fyrsta lagi fyrir orð sitt, þegar við tökum við orðinu, þá íhugum við það, við geymum það, við lærum það og við skiljum hvað ótti drottins felur í sér. Og síðan með opinberun á Guði, opinberun á heilaleika Guðs. Þegar Jesaja sér dýrð drottins, þá hann djúpt meðvitaður heilaleika Guðs, eigin smæð og þörf fyrir hreinsun. Halleluja. Og í gegnum hlýðinni, ótti drottins, hann dýfkar þegar við veljum að hlýða Guði. Eitt hlýðniskref, það getur gert umbreytingu í lífi okkar. Og síðan í bæn og samfélaganum við hann, eftir því sem við dveljum í nærveru Guðs og kynnumst honum betur vex kærleikur okkar til hans og heilu lotning fyrir honum. Hvað heldur okkur á göngunni? Hvað heldur okkur á göngunni að við hrösum ekki? Það að eiga stöðulega stefnumót við drottinni. Það þessi stefnumót þegar við mætum heilalega Guðs og sjáum virkilega að fá opinberun hver hann það hefur djúp áhrif á okkur. Við getum ekki verið ósnert. Og ég var að segja að það eru svona umbreytandi stundir í lífi mínu þegar þessi stefnumót, við erum að hitta Guð svona smá saman, svona aðeins kannski að finna svona fyrir nærvarans, en ég að tala virkilega alvöru stefnumót þegar við brjálum, skilur, að því við sjáum Guð í nýju ljósi og ég bara, vá, ég hef ekki séð hann svona maður. Þetta fallegast að vera bara að séu nokkuð til að séu. Þvílíkur kærleikur. Halleluja. Þannig að ótti drottins ekki eitthvað sem við framkvæmum sjálf. Ég ætla að vera góður. Ég ætla að vera rosalega mikla lotningu fyrir Guði. Nei, þetta bara kemur með göngun okkar. Með því að stöðu þetta nutt okkur utan í Guð. Hanga í pilsfaldinum eins og maður getur sagt. Í klæðafaldi drottins. Halleluja. Dísi Guði, hann verður til í okkur þegar heilagur andi opinber okkur hver Guð og móta hjart okkar til að elska hann, virða hann og ganga á vegum hans.
Halleluja. Þannig að þetta er ekki mannleg skelfing sem við reynum að framkalla. Þetta er ótti Drottins er heilug lotning sem heilagur andi verkar í hjartuna þegar við sjáum Guð svo hann er. Halleluja. Hann leiðir okkur ekki burt frá Guði heldur nær honum. Alltaf nær. Það er svo dásamlegt. Dísu Guði. Og í dag er Guð að kalla okkur til þess að endurnýja þessa virðingu og lotningu fyrir honum. Hann er að vekja okkur upp. Þetta eru alvarlegir tímar, þetta eru spennandi tímar. Og er Guð að banka á hjarta einhvers í dag til að endurnýja lotningu sína fyrir honum. Hefur kvestast lífið og bara áhyggjurnar og hraðið samfélagsins og stöðu truflun og rúf og allt þetta vók og kjaftaði sem að, þú veist, hvert fór skynsemi? Og þú veist, er þetta búið að vera að trufla þig og draga þig frá? Halleluja. Þá, og við höfum kannski orðin og vön nærveru Guðs, við sýnum henni ekki eins, við erum að syngja, við erum að biðja og við erum að koma á samkomu og við erum að gera allt svona kirkjulegt og svo erum við bara að hugsa hvað við að borða á eftir eða eitthvað annað. Og þú veist, erum við hér í dag frammi fyrir honum og leifum honum að horfa á okkur? Erum við eiga stefnumót við hann? Stefnumót við Drottin. Og kannski ertu hér í dag og þekkir þessa snöru sem ég var að tala snöru döðans. Og kannski hefur eitthvað sem að lofa þig frelsi bundið. Og kannski berðu skömm yfir því sem gerðist og ótta að þú getur aldrei breyst og verið aldrei góður frammi fyrir Guði. En Guð er ekki hér og stendur yfir þig með einhverja fordæmingu. Nei. Hann réttir þér hönd sína. Ótti Drottins er uppspretta lífsins. Hann vil kenna þér að velja lífið. Ekki bara einu sinni, þetta er hvern einasta stað. Og hann tekur eitt skref í einu. Halleluja. Og ef þú fer eitt skref í einu þá ertu að vaxa. Og þú ert ekki að laga allt áður og kemur til Guðs. Komdu bara eins og er. Segðu honum sannleikann. Vertu heiðarleg að vera heiðarlegur. Og leyfðu honum að hreinsa þig, styrkja þig og leiða þig. Og sama hvað þú gengi í gegnum. Guð er mögnuður að reisa þig. Þannig að ótti Drottins er upp af viskunnar og uppspretta lífsins. Því er tími til að biðja út. Drottinn, opnaðu augu mín svo ég sjái þig eins og þú ert. Og gefðu mig hjarta sem ber lotningu fyrir þér og treysti þér og hlýði þér. Gefðu dýpri opinberun og heilagleika, kærleika, mætti og góðvild þinni, Guð. Kendu okkur að velja rétt, forðast þið illa og ganga í náð þinni. Drottinn, gefðu okkur hjörtu sem þekkja þig, elska þig og kendu okkur að lifa í nærveru þinni. Í Jesú nafni. Amen. Ég vil að lokum bara bjóða þeim fram sem vilja svara kalli Guðs. Og eða óska eftir fyrirbæni. Bara komið fram. Þú þarft ekki að hafa allt á hreinu. Þú þarft ekki að vera fullkomin. Bara komdu eins og þú ert. Guð með opinn arm. Og það eru fyrirbýðendur ef ég þekki rétt hérna hjá United. Og við höfum biðja með þér. Halleluja. Eigum stefnumót við Guð í kvöld. Amen.